Það hefur gustað af Ólínu Þorvarðardóttur í vikunni og hún verður gestur okkar í kvöld ásamt Vigdísi Hauksdóttur þingkonu Framsóknarflokksins sem krafðist þess á þingi að ríkisstjórnin ætti að fara frá, hún var í vanhæf og réði ekki við verkefnið. Við ræðum stöðugleikasáttmálann, umdeild lög veiðar og skötusel sem settu allt í loft upp í vikunni og bönn ríkisstjórnar á flugvirkjaverkfall, ljósabekkjanótkun og nektardans meðal annars. Við byrjum á Ólínu og Vigdísi sem eru sestar hjá Þórhalli. Ólína, Vigdís, velkonar. Takk fyrir. Við ætlum að byrja bara á stöðugleikasáttmálanum og þeim sáttmála sem Samtök atvinnulífsins sögðu sig frá í vikunni. Þeir tala vanefndir og þeir segja reyndar að þetta skötusels mál eða lög hafi verið dropinn sem fyllti mælinn. Þeir tala að ríkisstjórnin hafi bara hreinlega svikið þennan sáttmála. Nefna ýmis dæmi, þeir vantar fjárfestingar í stórum og smáum verkefnum, háu vextir, gjaldeyrishöftin, verðbólga vegna lágs gengis, lífeyrissjóðirnir ekki farnir að greiða krónu í framkvæmdir, 15.000 manns atvinnulausir. Þetta sé raunverulega ástæðan fyrir því að þeir segi sig frá sáttmálanum. Já, þetta mikið ofmælt, myndi ég nú segja, og sannleikurinn nú sá að það stendur ekki upp á ríkisstjórnina sjálfa í neinum atriðum stöðugleikasáttmálans, nema þá hugsanlega þessu atriði varðandi lögfestingu á greiðslum atvinnulífs og lífeyrissjóða inn í starfsendurhæfingarsjóð. Það mál sem reyndar í farvegi. Hvað með framkvæmdir til dæmis? Já, ég meina til dæmis í sambandi við Landspítalann, þar allt á áætlun, það eru ýmsar stórframkvæmdir á áætlun og allt í góðum gír varðandi það. En aðrar framkvæmdir eins og til dæmis Helguvík, við vitum að það stendur ekki á ríkisstjórninni þar, það eru aðrar ástæður fyrir því að það tefst. Þannig að þetta ofmælt og sérstaklega varðandi náttúrulega skötuselsmáli sem varðar allt að 2000 tonn af skötusel umfram aflaheimildir á 2 árum sem að sjávarútvegsráðherra hefur auk þess lýst yfir að hann muni fara mjög varlega í og Alþingi hefur samþykkt að verði ekki gert nema í samráði við Hafrannsóknastofnun. Sem aðeins tala skötuselina á eftir. Já, en ég meina, fyrst og fremst að tala samt að þið hafið ekki efnt að þeirra mati þessi loforð og ekki síst að eins og með lífeyrissjóðina, það vantið peningana frá þeim og þessar fjárfestingar eru ekki hafnar og ennþá eru 15.000 manns. Já, en það bara stendur ekki á ríkisstjórn, það stendur ekki upp á ríkisstjórnina, það eru aðrir óviðráðanlegir þættir sem að valda því og þegar Samtök atvinnulífsins segja sig frá stöðugleikasáttmálanum, byrja á því að nota skötuselsfrumvarpið sem ástæðu uppsagnarinnar og fara síðan að fikra sig yfir í önnur rök, augljóslega komin í undanhald í þeirri umræðu, þá sjáum við það að þetta skötuselsfrumvarp var í raun og veru fyrirsláttur og enda ef það ætti að vera raunverulega ástæða að þá væri þar verið að fórna meiri hagsmunum fyrir minni. Vigdís, þú vildir að ríkisstjórnin segði af sér, þú sagði að hún væri vanhæf og hún væri bara ekki, geti ekki tekist á þessi verkefni, en nákvæmlega eins og Ólína segir, hún segir þetta stendur ekki upp á ríkisstjórnin. Ríkisstjórnin ræður ekki við verkefni, það löngu vitað og það veit jafnvel ríkisstjórnin sjálf. Bara að taka utan upp þessi mál sem mest á reynir hér núna í landinu, 18 mánuði frá hruni, Samfylkingin búin að vera ríkisstjórn síðan 2007, tölum heimilin, tölum fyrirtækin, það gríðarlegt atvinnuleysi, opinberi geirinn hefur þanist alveg gríðarlega út eins og til minnst ráðuneyti Samfylkingarinnar síðan Samfylkingin fór í ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum upp á 40%, þannig að það er komið svo mikið ójafnvægi í opinbera markaðinn og hinn venjulega frjálsa vinnumarkað. En nú erum við að tala vanefndir á stöðugleikasáttmálanum. Já, svo eru þessi vanefndirnar á stöðugleikasáttmálanum. Getur tekið undir það með Samtökum atvinnulífsins að þetta séu þær vanefndir? Alveg fullkomlega, því það kemur fram í tilkynningu frá Samtökum atvinnulífsins að það sé raunverulega það eina sem að ríkisstjórnin hefur staðið við í þessu stöðugleikasáttmála, það er endurreisn bankanna. Og þeir töldu það upp allt saman sem að raunverulega ríkisstjórnin hefur svikið. Og það er líka þessi spurning, það er alltaf verið að segja ríkisstjórnin og ríkisstjórnarflokkarnir segja að þetta sé smámál, þetta með skötuselsmálið, samningar skulu standa hjá ríkisstjórninni sem og öðrum. Ég hér með yfirlit yfir 13 atriði stöðugleikasáttmálans og ríkisstjórnin, það er ekki upp á ríkisstjórn, stendur ekkert upp á ríkisstjórnina í neinum þessar atriða nema því sem ég nefndi. Og sannleikurinn er svo að þau verða að svara því, þau hafa ekki svarað því með mjög sannfærandi hætti, ekki með sannfærandi hætti. Sannleikurinn er svo að það hefur gríðarlega mikið verið gert og í raun og veru hefur ríkisstjórnin lyft hér grettistaki í mörgum málum við endurreisn atvinnulífsins og við
endurreist efnahagslífsins. Það eru nú þegar til dæmis komin 2000 störf og annað eins í afleitum störfum, beinlínis vegna aðgerða ríkisstjórnarinnar. Hvaða aðgerða? Menntamálaráðherra var til dæmis að senda fréttatilkynningu í dag 400 sumarstörf fyrir námsmenn í sumar, tvöföldun á fjárframlögum í nýsköpunarsjóð námsmanna. Það er búið að endurreisa bankana, það er búið að ná fram samningum við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn efnahagsáætlun. Er búið að ná þeim samningum? Já, vísu, við erum náttúrulega þá eftir endurskoðan, en það strandar nú á málum sem að Vigdís Hauksdóttir þekkir náttúrulega mjög vel. Það er búið að grípa til mjög afgerandi aðgerða til þess að aðstoða heimili landsins í greiðsluvandræðum og er verið núna að stíga frekari skref í því skyni, bæta réttarstöðu skuldara og samningsstöðu. Það er gríðarlega margt sem verið er að gera. Sumir myndi segja að þetta var einhverju plástrar en aðra myndi segja að þetta væru afgerandi aðgerðir. Ég lít svo á þetta séu plástrar og þetta er fyrst og fremst sjálfsblekking. Hér er ekki verið að lyfta neinu grettistaki í einu eða neinu, en það eru samtök atvinnulífsins og ASÍ algjörlega að gefast upp á þessa ríkisstjórn. Það er bara alveg augljóst og það er náttúrulega þessi uppsögn stöðugleikasáttmálans bara náttúrulega bendi beint á það. Það sem verður að gera hér hagsmuna gæta raunverulega að stöðugleikasáttmálinn haldi. Það eru þetta samtök atvinnulífsins. Og þetta er algjörlega óábyrg viðbrögð hjá samtökum atvinnulífsins að segja upp stöðugleikasáttmálanum út af ágreiningum nokkur hundruð tonna skötusel. Hvað er það að gefa í skyn? Eftir að segja að þeir séu bara hreinlega að mála hjá LÍÚ og einhverjum öðrum? Já, það hefur nú hvarflað að manni. Ég meina þetta eru náttúrulega mjög undarleg viðbröð ef menn skoða þetta svona bara í rólegheitum. En þetta er grófskakað í stórum samtökum að segja þetta. Já, þetta er náttúrulega það að ætla að segja upp stöðugleikasáttmála fyrir nokkur hundruð tonn af skötusel er mjög gróf aðgerð. Það er ekki gróf aðgerð, þetta var kornið sem fyllti mælinn hjá samtökum atvinnulífsins út af fyrri svikum í samningnum. Þeir létu brjóta á þessu, en ef þú ert að vísi það að samtök atvinnulífsins séu þarna í einhverjum leik vegna þess að samningar eru lausir hér á þessu ári, þá getur það nú alla staðist vegna þess að ríkisstjórnin setur hiklaust lög á verkvöll. Þannig að ekki er það það vopn sem að samtök atvinnulífsins eru. Skoðum aðeins þetta lagafrumvarp sem er